Í borðanum hérna uppi má finna hérna ýmsu módúla sem eru í kerfinu. Hérna undir safnkostur má finna aðföngin sjálf, það sem sagt alla skráningar á safninu. Undir skrár það flutt úr gamla kerfinu, þannig að hér hægt að skoða undirskrárnar sem þið eru með á ykkar söfnum og þá fáið þið tengda gripi hérna. Heimildaskráin sameiginleg fyrir öll söfnin í Sarpi, þannig að ef að þið myndi búa til nýja heimild í heimildaskráð þá geta önnur söfn einnig notið góðs af því og þegar að það eru tengdi gripir við heimildina, sama hvaða safn það þá listast þeir upp hérna fyrir neðan. Vinnumöppur eru líka færðar úr fyrra kerfi. Þetta sem sagt bara svona ákveðin mengi yfir gripi sem fólk hefur búið til. Ef þau eru kannski að fara að stofna sýningu eða slíkt, þá hafa þau búið til vinnumöppur og þær að finna hér. Staðaskrá Sarps sameiginleg öllum söfnum og ef þið búið til nýjan stað í staðaskrá þá geta allir aðrir notað hann líka. Og það það sama ef það eru tengd aðföng við staðinn. Við skulum gera stjörnuleit hér til að fá upp alla staði í staðaskráni. Segjum að við ætlum að velja þennan stað og þá sjáum við að það búið að tengja allskyns aðföng við þennan stað. Nafnaskráin líka sameiginleg fyrir öll aðildasöfn. Og það það sama að ef að það eru tengdir gripir við aðila, þá koma aðföngin hér upp í svona töflu, sama hvaða safni það frá. Svo eru þetta rafræn skjöl og það eru bara ítar upplýsingar þær ljósmyndir sem hafa verið settar inn í kerfið. Hér væri til dæmis í framtíðinni hægt að setja inn höfundarétt og slíkt á myndir. Svo þessi hnappur hérna tilbaka, hann mjög sniðugur að segjum að þið hafa verið að vinna einhverju aðfangi og farið eitthvað á flakk og vilja fara aftur í aðfangi sem þið voruð í, þá það bara að smella þennan tilbaka og þá farið þið bara nákvæmlega á þann stað sem þið voru síðast í kerfinu. Þannig að í þessu tilviki myndi ég fara aftur yfir í nafnaskrána á nafnið sem ég var með opið. Svo borðin hérna fyrir ofan, ef þið sjáið hann ekki þá það sem sagt til að þá þarf maður að smella hérna á línutna 3 í efra hægra horni. Hér undir umsýsla að finna allskyns umsýslu. Hér hægt að opna aðföngin líka sem eru þá bara gripirnir. Sýningar eru skráðar hér og þetta eru sem sagt þær sýningar sem eru ekki vefsýningar, heldur þær sem eru raun sýningar. Og þær voru fluttar hingað og þetta mjög svipað uppsett að sýningarnar koma hér. Segjum að ég geri stjörnuleit til að fá upp allar sýningarnar og þá koma sem sagt tengdir gripir hér. Hér eru nokkru nýreitir sem við höfum ekki í Sarpi eins og fjármál sýningarinnar. Skrásett nýr reitur sem við könnumst ekki við úr Sarpi 3 en það sem sagt eiginlega samansafn allra þeirra aðfanga sem hafa einhvern tímann verið sett á sýningu eða samninga, sem sagt lán. Að þá verður sjálfkrafa til færsla fyrir alla gripina í skrásett og hér má skrá sem sagt auka upplýsingar til dæmis hvernig á að meðhöndla þennan grip á meðan hann í útláni eða á meðan hann í sýningu. Þó að almennt séu leiðbeiningarnar öðruvísi þegar hann á varðhildstað eða slíkt. Þannig að það þessi nýji módull hér. Svo eru það samningar þar sem öll útlán voru flutt úr gamla kerfinu. Hér þó hægt í framtíðinni að skrá annars konar samninga eins og innlán eða annað. Og þetta mjög svipað uppsett að hér fyrir neðan myndi listast þá gripi sem tengjast þessu útláni
Ég get gert stjörnuleit hér ef ég vil sjá öll útlánin. Svo eru einhverjir nýjir reitir hér sem að við könnumst ekki við úr Sarpi 3 og þá er hægt að fylla inn allskyns auka upplýsingar. En við fluttum að sjálfsögðu bara yfir það sem að var í Sarpi 3. Rannsóknir greiningar er sem sagt módull þar sem er hægt að skrá allskyns rannsóknir og greiningar sem eru gerðar á safnkosti. Við fluttum hingað inn í þennan módúl allar fornleifarannsóknir og fornleifaskráningar. Þannig að ef að fólk er að skrá nýja rannsókn eða greiningu, þá fá þau upp sem sagt valkost hvort þetta er fornleifarannsókn og þar innan talið er sem sagt fornleifaskráningin og svo staðalsýn sem eru þá allskyns aðrar greiningar sem gætu verið gerðar á safnkosti. Og það er það sama, ef ég gerir stjörnuleit hér, þá fæ ég upp allar þessar greiningar og rannsóknir sem eru á mínu safni, en núna í upphafið þá eru bara örfá söfn sem eru með einhvað inn í þessum módúl af því að það voru bara fornleifarannsóknir og fornleifaskráningar sem voru fluttar hingað yfir með gagnaflutningi. Svo er hérna flipin forvarsla. Hingað voru fluttar allar forvarslur sem hafa verið gerðar á safnunum, en það sem er nýtt núna í þessu kerfi er að sumt er skráð beint við gripinn á meðan að svona ítarlegri forvarslu skráning er gerð hér í þessu módúl. Búnaður er nýr flipi í Sarpi 4 og þetta er sem sagt öll þau tæki og tól og umbúðir sem gætu fyllt gripum og það þarf að gera sér myndband þetta seinna, en hér er sem sagt hægt að pakka grip í ákveðin kassa alltaf og það er hægt að pakka kassanum í annan kassa og pakka þeim í gám og svo framvegis. Og hér er líka hægt að tengja ef það er alltaf einhver sérstakur myndvarpi notaður við grip eða slíkt. Hér er hægt að skrá bara allt sem fylgir gripunum og þá verður þeir skráðir hér en ekki sem aðföng. Flutningar er nýr módúll líka, en þetta þýðir sem sagt ef þú ert að færa til marga gripi í safnkostinum að þá myndirðu nota þennan módúll hér í staðinn fyrir að breyta staðnum á hverju einu aðfangi, að þá er hægt að nota þennan módúll og það er ýmislegt mjög sniðugt í þessu sem þarf að kynna betur seinna, eins og til dæmis bara það að það væri hægt að færa 20 gripi á einhvern stað og þegar þeim er skilað þá er hægt að segja skila á sinn stað og þá fá allir gripirnir aftur bara sinn varanlega varðveislustað skráðan á sig og þarf ekki að muna hvaða gripur var hvar í kerfinu heldur er haldið utan það hér. Ytri vefur hérna uppi í borðanum, það er sem sagt allt sem tengist ytri vefnum og hér er hægt að finna vefsýningarnar. Hluti af sýningunum voru fluttar hingað eða þær sem voru merktar sem vefsýning, þær voru fluttar hingað á meðan aðrar voru fluttar undir umsýsla. Mjög svipaða módúll, hér koma gripirnir listaðir upp og svo svona helstu upplýsingar sýninguna. Stofnanir er líka nýr módúll í þessu kerfi sem við kannumst ekki við, en hér sem sagt eru þá skráðir svona samstarfsaðilar og þá er það meira svona ef þið eru alltaf að hafa samband við einhvern ákveðin hönnuð eða smið eða einhvað slíkt að þá væru þeir skráðir hér. Hér væri líka til dæmis hægt að skrá inn einhver flutningafyrirtæki eða slíkt og þá er hægt að tengja þær við aðföng líka. Undir notendur ættu þið að geta breytt lykilorðin ykkar með því að smella hérna á notendastillingar og þar sjáu þið líka notendanafnið ykkar og nokkrar aðrar auka upplýsingar sem er hægt að setja. En já, þetta var svona það helsta reiti og aðgerðastikur í kerfinu. Svo fer ég yfir önnur atriði í öðrum myndböndum.